Nú erum við svona komin á bara seinasta fyrirlesturinn í þessu námskeiði þannig séð að skoða svona tól sem eitthvað sem að við erum ekki kannski almennt búin að vera að hugsa þetta þannig að við bara hættum að forrita og notum eitthvað tól, en það ofta tíðum meikar það alveg sens að vera ekki að smíða eitthvað frá grunni þó svo það getur verið gaman að búa til gagnagrunnsskema, að búa til þetta, búa til routing, búa til error handling, búa til þetta og allt og hitt. Það tekur bara einfaldlega of langan tíma, þó svo kannski með klot og öllu sem að koma það sé aftur orðið fljótlegra og fólk aftur fyrir að búa til meira bespoke hugbúnað, en sjáum hvernig það verður eftir nokkur ár. En þá betra að finna bara eitthvað tól og nota tólið og setja upp í tólinu og nota það síðan. En nú ætlum við allt þetta sem við erum búin að vera að fikta, ætlum við að segja bara eitthvað, ok, frábæra hugmyndir allt saman, en hvað ef við notum bara eitthvað tól? Og við ætlum sérstaklega að nota Strapi hérna, og ef þið viljið sjá hvernig við gerum þetta með Datto, þá fyrirlesturinn því sem ég vísaði í seinustu viku, sem bara frá því fyrra, það sem ég gerði eiginlega sama bara fyrir hérna Datto. Þannig að við ætlum að keyra bara þetta, eins og við keyrum hérna til að búa til Next.js app. Nú ætlum við að búa bara til eitthvað Strapi app. Og við keyrum það upp, og það sækir einhverja pakka og eitthvað voða fínt fyrir Strapi. Og request demo, við getum fengið eitthvað sölufólk sem var að tala um okkur hérna. En svo aftur bara eitthvað docsar og eitthvað svona. Apps the way, hérna eitthvað, hérna eitthvað klikkað. Það bara Web 2 2026 WAF5 Strapi, og þá þetta aftur, við vorum með hérna WAF3 webþjónustunum okkar, WAF4 framöndun okkar, WAF5 þá vorum við með eitthvað Strapi project sem búið þetta til fyrir okkur í kóða, og svo vorum við með eitthvað Next.js framönda sem notar þetta. En sumar af þessum þjónustum, eins og Prismic, það þarf ekki að búa til project, það hægt að gera það bara allt í einhverju UI. Nei, prófum bara hvað gerist ef við notum skip hérna. Start with an example structure and data, já. Start with TypeScript, já. Og installa með npm, já, búin til git. Nei, ok. Þá bara setjum við upp dependencies fyrir okkur, og út af því að ég gerði ekki login, þá mun ég líklegast ekki geta keyrt þetta hérna inn í Strapi Cloud, þar sem ég fæ þetta bara hýst hjá mér. Þannig að lendum bara í því og eftir að það virki ekki. En þá ætti ég líklegast að geta búið bara til nýjan account í gegnum eitthvað til þess að geta gert það. En sjáum bara hvað setur. Þannig að nú bara verið að installa einhverju hérna, og þá kemur bara, og núna við byrjum þetta saman við next uppsetninguna, það package.json, það readme, það tsconfig, það env hérna, ekki þarna, það eitthvað source mappa, það eitthvað. Þannig að þetta allt saman, öll þessi tól renna frá sama grunnum og eru sett upp á svipaðan hátt. Þannig að hérna, það eitthvað def skrifta sem keyrir þetta upp fyrir okkur. Það eitthvað develop sem gerir eitthvað, veit ekki hverju munurinn. Svo þessi deploy sem komast upp í hérna Strapi Cloudið og eitthvað alls konar. En við ætlum bara að sjá hvað gerist núna eftir hún búin að installa öllu, hvernig við höldum áfram. Og hér bara eitthvað quick start guide sem ég sýndi ykkur aðeins áðan. Þá hérna, ok, við erum með Node, npm, ok, Python if using SQLite database, við notum SQLite database, sjáum hvað það gerist. Við kerum þetta. Once you do á growth planu, já, ok. For the purpose of this tutorial, ensure login sign-up is selected, ok. Anyways, við erum búin að gera þetta. Ok, og þá hérna, þá opnum við eitthvað á porti 1337, eitthvað admin console. Ok, þetta komið hérna, þannig að þá segir hún okkur líka hérna, npm run develop, og við kannski byrjum að fara hérna undir þetta, og við erum bara núna, ok, initial commit from Strapi, búið að committa fyrir mig, og sjáum hvað breytist núna þegar við förum að fikta eitthvað hérna. Strapi develop. Ok, einhverja villur en frábært. Við fáum eitthvað svona, eitthvað admin og opnum það. Ok, maður sjá.
Já, þetta localhost, hún bara, ég ætla að opna þetta hérna í Firefox, hún opnaði þetta svona. Ok. Ok, ASDF 1, 2, 3, 4. ASDF 1, 2, 3, 4. Let's start. Yes, ok. Ok, já, þetta ennþá á localhost. Þannig að við sjáum núna bara, eins og við vorum eitthvað að brasa við það að skoðum hérna Prisma Studio eða eitthvað, sem við fáum eitthvað svona. Þetta bara full blown admin viðmót til þess að setja upp og managea content. Og þá hérna Content Manager, Content Type Builder, það það sem við viljum byrja á. Hérna bara eitthvað full blown onboarding process, en sleppum honum. Við völdum að fá eitthvað bootstrappað með einhverju dæmi og surprise, surprise, það pretty much það sem er nóg til þess að leysa verkefni 5. Þetta frekar auðvelt að gera þetta, þó svo að það sé svona, við þurfum að keyra upp eitthvað tól og við þurfum að fara í gegnum eitthvað sem er nýtt, en það líka skemmtilegt. Þannig að þetta í raun gefur okkur bara greinar með höfundum og með flokkun. Það eru collection types og collection types eru þá þannig að það er hægt að búa til mörg þannig. Það er hægt að búa til mörg artikul og það er hægt að búa til marg af höfunda. En single types eins og það bara ein about síða. Og svo einhver svona shared components, að því oft erum að búa þetta til, þá vil ég einhvern veginn geta púsla saman efnin okkar. Þannig að ég ætla núna bara til þess að fara í gegnum allt, þá ætla ég að búa til nýja típu sem er bara nákvæmlega eins og artikul, nema ég ætla bara að kalla hana news. Og hún ætlar að heita þess að í API-inu mínum heitir hún news. News verandi eintölu og fleirtölu orð, þá megar bara flott. Og það ætlar að vera, það má drafta þetta, það er að segja það má búa til draft mode og það má vera með published mode. Og ég ætla líka að segja bara já, það má líka þýða þetta. Why not? Já, ok. News item. News items. Ok. Og þá fáum við svona, og þetta bara tómt. Þannig að nú getum við ímyndað okkur, þó þetta sé ekki nákvæmlega eins, eins og við séum núna búin að búa til tómatöflu með engum dálkum. Nema það eitthvað svona, það falið eitthvað ID þarna bak við tjöldin eitthvað svona. Þannig ég ætla að segja, það eitthvað fílt hérna, þá fáum við ekki bara típunar eins og það til dæmis í Postgres, heldur þetta meira núansað fyrir vefforrit og birtingu á efni. Þannig að það einhver texti, það einhver rich text blocks, the new JSON-based rich text editor. Þannig að rich text editor þetta það sem ekki boltað og gert alls konar eitthvað svona. Tala, date, media, relation, það að segja, ég get tengt þennan dálk við þennan dálk, þetta content við þetta hérna content. UID, þannig að UID, ég ætla að segja það er sluggið mitt. Slug, og það ekkert auka hérna. Advanced, required, minimum length, 3. Maximum length, 100. Eitthvað. Ég get sett en regex pattern og nú bara búin að segja þetta validationið. Ég bara skilgreini það hér og ég á þá ekki að geta búið til færslu sem að brýtur þetta út frá því að Strapi búið að segja að þetta sé virt. Okay? Svo ætla ég að vera með text, þetta short text, þetta title, hann advanced, líka required, hann á að vera unique, hann á að vera minnst að kosti 3 líka. Localization, já, frábært, og finish. Og svo ætla ég að vera með eitt hérna viðbót sem rich text. Og þetta bara content. Þetta required og finish. Nú, af því ég hef ekki notað þetta, þá núna bara, hvernig skilgreini ég þá hvað má setja inn í contentið? Ok, áhugavert. Private field, ok, flott. Þannig að nú ég búin að búa til dálkana í töflunni minni. Og nú ætla ég að vista þetta. Frábært, nú veit ég ekkert hvað ég gera. Þetta bara ónýtt, hendum þessu. Það engin vilja hér. Hvað?
Ha. Já. Fetch error. Not great. Ok. News mitt bara hvarf, prófum aftur. News, item, svona, ok. Prófum bara að segja strax. Ok, það er greinilega eitthvað að hér. Frábært. Ríst undir sörnum. Skoðum þetta. Ok, deprecation warning, ok. Ok. Prófum að breyta ykkur hérna. Breytum þessu yfir í segjum bara hérna unique. Ok. Þetta virkar allavega. Prófum news. Ok, ég skal bara rísa þetta sörðum. Gamla góða. Ok, text, title, bara gerum þetta einfalt. Add another field. Rich text, blocks, content. Ok. Svona. Nú er ég búinn að edita töfluna mína. En nú ætla ég að búa til efni inn í töfluna mína. Þannig ég ætla að búa til dálka hérna. Raðir fyrir ekki. Og þá ætla ég að fara hérna í news. Create new entry. Title er fyrsta fréttin mín. Þá fáum við þennan rich text editor og þá er það bara eitthvað hello heimur og ok, ég get gert þetta en þetta gerir líka eitthvað annað. Þannig að ég get boldað, ég get sett inn heading og eitthvað. Ok, frábært. Ég ætla að savea þetta, þannig að núna er þetta draft mode og ég ætla að publish þessu. Ok, búin að publish þessu. Frábært. Þannig að núna langar mig að fá vefþjónustu sem að leyfi mér að sækja þetta bara sem gögn eins og við vorum að gera í verkefni 3. Fyrstur hérna, new local, ok. Þetta er alveg sérstakt verkefni líka sem við erum ekkert búin að taka þetta sérstaklega á, sko. Að nú er ég hérna og fyrir news, new entry, test 2. Hvernig get ég búið hana til í allavega, þetta er áhugavert að þegar kannski fyrir hérna og edit hér, advanced, já, svona, save, ok, content manager, publish multiple locals, already published, já, hérna ger ég. Hérna fer ég búa til íslensku útgáfuna. Fyrsta fréttin mín, ok, hello, publish, og þá ætla ég að fara á ensku og segja my first news item. Svona, ok. Þetta er alveg lúmst erfitt verkefni og það er alveg síðan á móti þarf ég að útfæra þetta síðan á framöndanum líka að geta byrt og verið með, þú veist, að velja mismunandi tungumál þannig að allir vefurinn okkar skipti og eitthvað svona. En þetta var tiltölulega auðvelt að hérna gera. Ok, API tokens, það er eitthvað. Ok. Ok, read only, got it. Þannig þá getum við sagt bara hérna, já ok, ég get bara farið og sagt ég má í raun finna þetta, já ok, það er default hérna. Já, þetta er bara einhver read only token, ok, ég get búið til nýjan token, þá get ég líka farið bara og customize þetta hérna. Þessi token má bara fá fréttir. Og hann má fá stakafrétt og ég geti búið til token sem að leyfa mig líka að gera allar krödd aðgerðirnar á þessu. Ok, þetta er bara news token og hann er bara unlimited og hann er read only.
Já. Þannig að nú þessi token bara hérna, en þá næsta spurning, hvernig notum við hann einhvers staðar? Hann viss staðar. Ég ætla bara að geyma hann hérna einhvers staðar. Tokenin okkar. Og ég ætla að fara í plugins. Strapi Cloud. Ok, hér eitthvað, en nú sé ég ekki augljóslega hvar hérna, rest þjónustu fyrir þetta. Þannig að sjáum hvort að það sé eitthvað meira í þessu quick start guide hérna. Deploy, use the API. Ok, við erum búin að fara ekki þetta. Byrjum við, ítti ég ekki á use the API. Part D, use the API. Ok. /API hefði geta giskað á eitthvað áleika. /API not found error /news. Ok, hvað? Ég að gera eitthvað? Select publish and making it accessible through the API. Set roles and permissions. Ok, þetta nú full eitthvað. Ok, hérna allavega ættum við að fá eitthvað svona. Spurning hvort við þurfum eitthvað að kveikja á API-inu. Förum hérna API. Query Engine API. API tokens. API's introduction. Ok. By default to the REST API. Ok, hérna þetta. Get API, plural API ID. Ok. Við vorum, já, þá líklegast þarf ég hérna að vera með tokenið mitt, einhvern veginn. Hérna var til dæmis mjög gott að vera með curl dæmi það að fá hérna dæmi sko API news forbidden, ok, það jákvæmt. Þannig að núna þetta var hérna plural málið. Sjá, content manager var eitthvað hérna sem að stilt okkur í að gera þetta bara aðgengilegt fyrir alla. Ok, allavega, deploy to Strapi Cloud, prófum hvað það gerist þá. Free, frábært. Svona git branch, nei, já, svo nú þarf ég að vera búinn að pússa þessu Strapi projekti mínu, þannig að þetta vindur alltaf upp á sig, það komið sér út. Gerum það bara hratt við getum. Strapi public og sjá, sko nú sjáum við að það búið að breyta einhverju hérna, þannig að við förum inn í types og hérna er búið að generate einhverja týpur fyrir okkur. Þá sjáum við
ekkert spennandi hérna svo sem, en hérna hérna er bara API-in okkar, hann er bara búinn til hérna í kóða, hérna er bara rátsin okkar, það er bara eitthvað svona controller fyrir þetta, create core controller, þannig að þetta er allt bæði þetta í kóða og er í raun útbúið í gegnum admin viðmótið sem generator kóða fyrir okkur samhliða því sem við erum að test svona nei, byrju okay, yes, approved okay og hvað? Ég er búin að þessu þetta komið núna yes. Svona yes 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 ok þannig núna, þetta var kannski ekki alveg mikið svona eitthvað beint á augum en svona tiltölulega, þannig nú erum við bara að deploya þessu eins og við erum búin að deploya á fullt af stöðum og þetta býr þetta til fyrir okkur, við fáum einhver API calls, við fáum einhver asset bandwidth, þannig að við uploadum mynd, það fer ekki einhver CDN sem að Strapi er með fyrir okkur og ástæðan fyrir þetta kostar á einhverjum tímapunkti er út af því að það kostar í raun að senda gögn yfir internetið en það sem að mig langar samt að gera er Strapi API Open Endpoint. Getum við ekki gert eitthvað bara add new roles ok þetta er að gera það í hérna public ok nice svona public allir með að gera leita að öllum og einni frétt en þú ert að vera þá authenticated þegar þú ætlar að gera create, read, update ok, þá er spurning hvort að nú fáum við hérna og nú fáum við bara JSON endapunkt sem er paginetaður er með gögnum okkar og er með þess að auka reiti hérna sem að eru faldir, það er eitthvað document ID, það er eitthvað ID created at, updated at, published at, local my first news item, content sem er síðan eitthvað svona nestað rich text efni ok, þannig að við getum núna að fara að segja ok, cool, við vorum að gera eitthvað hérna förum í fyrstu fréttina og segjum hérna já, bold, frábært, svona og reloadum hérna þá sjáum við hérna, ok, text, hello, text, world, bold, true þannig að þarna fáum við í raun rich text efni sem er einhvern veginn kóðað þannig að við getum notað þá einhvern rich text component til að byrta þetta rétt en við fáum struktúruð gögn fyrir þetta rich text dæmi þá getum við skoða hvort það sé búið að nei, þetta er ennþá í gangi en þá skulum við skoða eitt hérna annað sem er svolítið spennandi við þetta sem er þetta sem við erum með þess að about síðu hérna about the Strapi blog þá séu við hérna, það er einhver svona komponentar ok, þetta er einhver Thelonious Monk quote og þá er það eitthvað hérna, ok, svo er eitthvað rich text sem kemur, það er eitthvað með einhverju markdown og svo er eitthvað media hérna sem er einhver kaffibollamynd já, ok, öllum öðrum component það er slider svo setjum ég eitthvað hérna inn í slider já, ok, það er eitthvað myndir hérna eitthvað this shrimp is awesome ok, frábært og beautiful picture, wow og finish nei, ok, ég ger ekki, ok, svona finish nú erum við eitthvað slider, þetta er myndasliderinn minn já, ok, hann er með þessum tveimur itemum hérna og ég seifa þetta
og ég ætla að fara inn í roles og segja public about, já, það má find líklegast út af því ég bjó til þetta þá gæti ég ekki opna þetta því að default erum með bara opið á read hérna á þessu þá getum við fara aftur hérna í þetta þá sjáum við hérna components þá getum við farið hérna getum það búið til nýjan component sem heitir bara code block og hann er shared og hann ætlar að vera gemura og hann ætlar síðan að vera með sína eigin fields og hann ætlar að vera með rich text block sem heitir code og hann ætlar að vera með annan field sem heitir bara title og hann ætlar að vera fyrir ofan og þetta er flott save og þá núna ef ég fer í about þá segir ég hérna það er eitthvað blocks dynamic zone ok, ég ætla að sjá hvort ég get ekki sett á eitthvað dynamic zone hérna dynamic custom nei hvernig býðir þetta dynamic zone nú er ég illa svikinn sko skoðum ég about hvað er dynamic edit block dynamically ok það er allavega einhvern veginn hægt að búa þetta til svona dýnamíst en þá getur ég myndið okkur þetta að við erum að fara að búa til grein og greinin er bara eitthvað sem við erum að fréttastofan okkar er að stækka og við erum ekki lengur bara með textafréttir nú viljum við vera með textafréttir sem er líka með gallery af myndum og það er með embedded YouTube myndbönd og það er pull quote eining og þá getum við búið til svona dýnamiskar blokkir þar sem að content editorinn svo sem er að setja þetta inn fer bara inn og segir já, þetta er frétt sem er bara texti já, nei, heyrðu, svo fekk ég myndirna frá ljósmyndarunum og þá bæti ég við myndunum fyrir ofan eða fyrir neðan eða whatever og svo vídeóinu og eitthvað svona og þá getum við búið til dýnamiska síðu sem að content editorinn getur bara stýrt þessu við viljum af því að þegar við tökum við þessu þá myndum við taka við þessum gögnum og varpa því yfir í einhvern komponent sem birtir þetta rétt fyrir okkar vef á framöndan þannig að við förum bara og búum hérna til já, ok, við vorum svolítið með þetta hérna þannig að við getum skoðað about hérna þetta er nú eitthvað óeðlilega lítið efni hérna en allavega þetta er komið þannig að nú erum við með visit app Strapi admin þá þarf ég núna að búa þetta til aftur svona þannig að nú er ég komin hérna en þá er ég með content management minn hérna og þá er ég ekki með neitt efni af því að struktúrin er það sem að projektið encapsulator en efnið er það sem ég var með locally í einhverju SQLite grunni en hér er ég með annan grunn sem er í cloudinu þannig að þá getum við ímyndað okkur ég er að vinna locally og ég er að bæta við nýjum blokkum og ég er að breyta á laga, bugga og vinna vefinn og ég býti fyrst einhver testefni sem fer bara í SQLite grunnum minn en svo deploya ég þessu og þá kemur alvöru fólkið sem að vinnur með alvöru fréttirnar og setur inn alvöru dótið og þá er það óháð mínu testefni þannig að þetta er svo að við erum með 2 gagnagrunna sem við erum að vinna í eitt sem við megum rugli og gera tilraunir og breyta og svo annan sem er þarna og svo náttúrulega hvað gerist síðan ef við droppum einhverjum reytum eða bætum einhverju við who knows en við ætlum þá að segja bara hérna við erum með eitthvað news og við ætlum að búa til nýja my first news test publish og við vorum ekki einu sem búin að setja upp hérna að þetta verður íslensku og ensku en við erum komið þetta hér þannig að núna erum við á einhverju hérna þannig að þá ættum við að geta farið hérna á
API news fengi forbidden error því að ég klúraði aftur þessu default róli lögum það hérna ok af hverju fáum við ekki einhvern add new role settings af hverju get ég ekki sagt að þetta sé einhver sem er anonymous eins og var í hinu users áhugavert ok I don't know af hverju er þetta veitu sjáu villuna mína ég vil ekki kalla villu, ég vil kalla lélegt að vera með administration panel roles og svo user and permissions plugin roles hérna er þetta og hérna fer ég og leifum þetta aftur save og þá getum við farið á þessa slóð og nú fáum við fréttina sem er gott af því að nú getum við farið hérna og þetta heitir data og þetta mappast svo sem frekar vel við hinn struktúrun okkar sem við vorum með hérna þegar núna vil ég bara fara hérna undir og fara í þetta og segja að þetta sé slóðin mín og svona þá get ég keyrt Next.js projektið sem við vorum með áðan í gangi og farið hérna í svona það er villa ok, það er einhver villa en það er alltaf pælingin er að nú geti ég bara skipt þess út fengi rétta slóð með við það sem við vorum að gera á móti V3 sínlausninni á móti Strapi sem er þá með nei, ég veit hvað þetta er mér segja þetta er blessað að auka S-ið nei, ok, það er eitthvað meira sem þarf að laga en þá myndi ég vera að fá þessi gögn sem er að koma þessari hérna þjónustu og ég get líka keyrt það localhost á móti localhost og ég get sett þetta upp í Strapi og ég get sótt þetta og það er breytt með þessu verkefni 5 það er bara að birta þetta sem við erum búin að gera það er bara að klára þetta seinasta skref hérna þannig að sjáum við hvernig þetta er búið að fara úr því að við vorum að vinna með textaskrá og disk yfir að setja Postgres-grunn og manage að töflunar okkar sjálf yfir að vera að nota eitthvað library sem að manage að Postgres-grunninn fyrir okkur yfir að vera með eitthvað vefþjónustu sem tala við manage að Postgres-grunninn okkar yfir það að henda því öllu burtu og segja bara hér er tól sem sérum þetta allt og skaffar okkur restþjónustu og sérum allt validation og allt búið til að vera restþjónustuna og gera þetta allt fyrir okkur en nú skiljum við samt alla þessa punkta sem erum verið að gera þarna og hvað það er bara hérna að fá þetta bara ef við ætlum núna að fara að taka hérna verkefni 3 og expanda eða eins og þið eru að fara að vinna í hópverkefni 2 og við ætlum að fara að útfæra svona role-based system þetta er bara já, þetta er allavega einhverja daga að vinna að gera þetta vel þó maður væri að nota klóti eitthvað til þess að hjálpa sig við að smíða það og vitum við hvort það sé öruggt? Nei, ekki fyrir að við erum búin að fara í einhverju öryggisúttekt eða eitthvað þannig að hér er allavega með eitthvað solid, battle-proven eitthvað product sem er bara úti og við borgum bara smá peninga á hverju mánuði til þess að nota það svona, og spörum okkur vinnu já og seinasta kannski er einmitt að nota hérna GraphQL plugin setja það upp fyrir þetta ok installation
þegar GraphQL sem sagt eins og REST, svona hugmyndafræðum hvernig við setjum í vefþjónustur, nema miklu meira prescriptive. Það segir bara nákvæmlega hvernig á að gera hlutina og það að leysa mjög nákvæm verkefni sem eru erfið í hvernig við fyrir að uppfara einhverjum af þessum plugins í REST, og það er sérstaklega þetta under- og overfetching. Það við erum með einhverja frétt, okkur vantar bara titilinn til þess að birta bara nýjasta fréttin, titilinn á henni, en ef við köllum í REST-þjónustuna þá fáum við titilinn og allt með, af því að við biðjum það þannig. En við viljum fá titilinn og authorinn. Já, ok, þá þurfum við að gera kall í news endapunktinn og í authors endapunktinn til þess að fá authorinn sem með þetta ID, eða þá serverinn er einhvern veginn búin að jigga þessu saman. Með GraphQL þá get ég bara horta á þetta sem graf. Ég er með news item tengist við author tengist við media libraryið og er þar með url á myndinni af authornum. Ég geta bara sagtu nýjustu fréttina, titilinn, authorinn, nafnið á honum og urlið á myndina. Ekkert annað. Þannig ég fæ nákvæmlega gögnin sem ég þarf til að búa til viðmóti sem ég er að vinna með. En nú bara að vera gaman að sjá hvað Strapi gerir þegar ég er búin að setja upp GraphQL pluginið, hvort að það virki bara 1, 2, 3 beint úr bóksinu. Þá ætla ég að vera, þetta er ennþá deploya, þetta er hérna. Þá ættum við með plugins GraphQL. Ok. Þá sá hann að þetta vera bara á localhost 1337/GraphQL. Það virkar. Hérna fáum við bara queryur fyrir bara allt sem er í boði. Og þá er sem sagt núna ég vil querya news. Þá sjáum við, þá er þetta sér syntax fyrir það hvernig við búum til queryurnar. Og ég vil fá title og ég vil fá published at. Og ég keyri það og þá sjáum við hérna að ég fæ news, það er fylki og ég fæ nákvæmlega það sem ég bað um. Ég ætla að stróka þetta út, ég fæ eingöngu title. Svo vil ég hérna filtera, ég vil sorta þetta eftir einhverju. Þannig að þá getur ég sett sorting skipanir hér inn. Það er fylki af einhverju, ég kann ekki nákvæmlega syntaxin fyrir þetta í Strapi útfærslunni, en þetta er samt pælingin. Þannig að núna ætla ég að fá hérna about síðuna og ég ætla að fá blocks og ég ætla að fá on eitthvað. Ég get líka farið bara hérna og ég get farið og séð documentationið, possible types, component shared media, on component shared media, þá ætla ég að fá ID. Og þá er þetta hérna út af því að blocks eru objects af mismunandi típu, þannig að ég segi ef að objectið er component shared media tab, þá vil ég fá ID. Þannig ég er að type narrowa mig niður í þann object sem ég geti fengið. Nú keyri ég þetta, ég fæ hérna 4 blocks, en út af því að aðeins eitt þeirra er component shared media, þá fæ ég ID bara einu sinni. Þá get ég segið hérna, ok, þá ætla ég að fá file og ég ætla að fá caption og ég ætla að fá url. Þá er það hérna coffee art. Þetta er coffee art myndi mín. Er hægt að fá gögnin án þess að hafa tóma hluti í svona rey? Já, þá get ég sagt hérna allir hlutir eiga sér type name sem er í raun þetta. Þá get ég séð hérna, ok, þetta er shared quote gaurinn. Þegar ég þarf í raun í GraphQL er krafan svo að þú skilgreinir nákvæmlega gögnin sem þú ætlar að fá. Og út af því ég skilgreindi ekki nákvæmlega hvað ég vildi fá, þá fæ ég í raun bara, það er eitthvað gagn þarna, en þú baðst ekki með gögn fyrir gagnið, þannig að þú fær bara tóma objektið. Þannig ég get sagt þetta hérna, þannig ég get sagt, ok, ef að ég fæ component shared quote, þá vil ég fá titleið á því. Þá fæ ég það hérna. Meikar ekki sens, en ég ætla líka að fá bodyið á því. Þá fæ ég hérna.
sko, það er ekki krafa það að þið notið GraphQL í þessu verkefni, þannig að þið getur notað bara REST API eins og ég var að sýna ykkur og þá gætu þið í einstaklingsverkefninu sagt mér varst Strapi mjög áhugavert, mér finnst það GraphQL pælingar mjög skemmtilegar að ég ætla að prófa að taka verkefni 5 og nota GraphQL API ef þið viljið skoða það nánar af því að þú veist GraphQL eins og ég kannski ekki búin að tala pendulin nokkru sinni núna í haust eða í vor að pendulin sveiflaðist yfir það að allt var gert á clientnum nú pendulin aftur að sveiflast yfir það að allt gert á serverunum pendulin var allt var gert með REST-þjónustum hann sveiflast yfir allt var gert með GraphQL-þjónustum nú var hann sveiflast aftur yfir að gera allt í REST-þjónustum af því að turns out þessi hérna er þetta hérna að útfæra þetta server megin fjári erfitt þetta færir bara under og overfetching verkefnið frá klientum sem kallar í þetta yfir í þann sem útfærir þetta á servernum og það mjög erfitt fyrir marga að því að hvað gerist ef við komum með þetta næsta niður í 13 level þá ertu bara að gera bara 10 queries og eru þau parallel eða eru þau serialized og hvað loadið á servernum við það og bara ein GraphQL query að bara tekur serverinn niður af því að einhver gerði bara of stóra query það alls konar í þessu en þetta samt sem að mikið notað það eru mörg verkefni sem að nota þetta og það alveg þess virði að skoða þetta og hafa bara sagt hei ég hef unnið verkefni sem að nota GraphQL en ég setti það ekki í sérstaklega í verkefni 5 en ykkur líka velkomið ef að þið viljið nota það í því þá þurfum við að setja upp einhvern framenda þá getum við nota React Apollo sem Apollo Client þetta sett Apollo Server Apollo Client í raun settur þá á framendan og þið setjið GraphQL query eitthvað þar og hún sendir það yfir serverinn og skilar ykkur JSON data sem á þessu formi sem við erum að horfa á hérna alright þannig að þetta svona punkturinn á baku efni sem við förum yfir í þessu en núna náttúrulega kemur páskafríð sker áfangar svona aðeins í sundur og við eigum 3 vikur eftir páska þær eru skilgreindir í hópverkefnin kynningarnar segi ég á einstaklingsverkefnunum en þið getið komið, spurt mig, fengið feedback verið með kynningar verið með fengið feedback á kynninguna eða einstaklingsverkefni þó svo þið sé ekki að kynna á deginum eða whatever sem viljið þannig að það bara mjög opið og svo sjáum við bara hvað við gerum aukalega í þessum kynningatímum hvort að þeir verði eitthvað meira eða við gerum eitthvað en það svona eiginlega bara ferðalstími þannig að ef þið hafið einhverja spurningar eða pælingar eða bara viljið spyrja mig whatever þá þið velkomin að koma, horfa kynningar og spyrja mig svo eitthvað skemmtilegt og gera eitthvað alright Hver páskar? Þetta næstu viku? Dimbilvikan næstu viku þannig að þar næstu sunnudagur páskasunnudagur þannig að það páskafrí 1. til 7. í háskólanum Svo það ekki tími í næsta viku? það ekki tími næsta miðvikudag, nei og ekki þar næsta mánudag þá annar páskan þannig ég segi bara takk fyrir vorið og það verða örugglega ekki fleiri upptökur í þessum áfanga